víðtæka þekkingu og reynslu á þessu sviði. Undanfarin ár hefur Guðjón verið stundakennari í meistaranámi í reikningshaldi og endurskoðun við Háskóla Íslands og Háskóla Reykjavíkur, en einnig verið virkur í fræðslustarfi félags innri endurskoðun og er formaður alþjóðanefndar þess félags. Hann hefur einnig skrifað fjölda greina á sviði innri endurskoðunar og haldið fyrirlestra það efni á vettvangi félags innri endurskoðun. Gjörðu svo vel, Guðjón. Það er gott fólk. Ég var eiginlega bara feiminn þegar maður heyrir þessa lýsingu, þetta er svo svakalega flott eða svona. En ég ætla að fjalla áhættugreiningu. Það sé eiginlega ekkert að upp, sko. Svakalega birtaði henni. En það er nú í mínu starfi að þá rekst mann ofta á það að svona grunnþekking þess fólk sem er að vinna með á áhættugreiningu, það vantar alltaf upp á það. Svona svipaður sem að sé að tala fólk sem háskólapróf sem er svona háskólafög sem hefur kannski ekki alveg verið þeirra sérgrein í menntaskóla eða eitthvað því líkt. Það vantar svona alltaf grunninn. Það sem ég langaði að gera þá er að fara stuttlega yfir þeóriuna í kringum áhættugreiningu og renna yfir svona helstu þætti þess sem er að gera í áhættugreiningu og svo ætla ég að rúlla hérna í gegnum svona instant námskeiðum hvernig maður gera áhættugreiningu og upplýsingaeignum. Þetta er skilgreining á áhættugreiningu. Ég hef bara látið ykkur eftir að lesa þetta. Þetta er náttúrulega bara voðalega þægilegur og auðlærður texti. En þetta gengur í stuttu máli út á það að koma í veg fyrir að slæmu hluti gerast, finna út hvað það er sem maður ætlar að vernda og hvernig maður fer að því, hvaða ógnir steðja að því og hvaða ráð maður hefur til þess að minnka þær ógnir. Ég var að segja að efri skilgreiningin er nú hins vegar mun svona þýðari munni heldur en þessi seinni. Og hvað þurfum við til að gera áhættugreiningu? Svo ég rúli nú bara því snöggvast öll upp á skjáinn. Við þurfum fyrst að gera okkur grein fyrir hvaða er sem við viljum vernda. Og það eru þá hverjir eru mikilvægir ferlar fyrirtækisins, hverjir eru mikilvægir eignar fyrirtækisins og þá skipulagseiningar kannski eins og upplýsingatækni sviðsveik og svoleiðis. Finna út hvaða er sem skiptir máli. Finna sinni út hvaða ógnir steðja að þessum tilteknu eignum og finna út hvaða regluverk maður ætlar að nota til þess að vernda sig eða þessi mikilvæg eignum fyrir þessum ógnum. Það hljómar afskaplega einfalt að maður segir þetta svona. En í praxis er þetta afskaplega mikið mál að finna út úr þessu. Jóps. Svo er ég einum og langt held ég. Hérna. Í mínu starfi þá kem ég voða mikið á áhættugreiningu og það er ekki bara þá upplýsingatækni sviði, það er kannski við að skipuleggja endurskoðunarvinnu, það er líka við það að finna út hvernig áhættugreining er gerð á hinum af þessum sviðum fyrirtækisins og þetta eru kannski svona 5 megin þættir sem að rekst á og þetta er allt síðan þættir sem að hefur þá unnið við að aðstoða fólk að finna út hvernig á að vera. Í bankakerfinu og svona fjármálastofnunum þá er oft verið að nota þetta var og sévar og svo er líka enterprise risk management sem er svona almenn áhættugreining við fyrirtæki þar sem er að tala svona rekstraráhættu hluti eins og hvernig maður getur tryggt söluferil, lánadrottna, viðskiptakröfur, svoleiðis. Verkefnastýringar, hvaða áhættur steðja að því að einhver tiltekna verkefni ná ekki markmiðum sínum og síðan eru svona viðlagatryggingar eða hvað sem náttúruhamfarir og slíkt og síðan að síðustu það sem ég ætla að fjalla það er þá eterisk eða upplýsingatækni áhætta. Okay. Upplýsingatækni áhætta, sérstaklega er skilgreind af þessu ágæta Certified Information System Auditor Review Manual, mjög þægilegt tímarit, sem þar eignir sem steðja sérstaklega að upplýsingatækni, þess að maður segja. Og ég læti ykkur aftur eftir að lesa þetta, svo ég nú ekki bara hafa þetta eftir en stuttu máli. Þá er þetta megin hugmyndin við áhættugreiningu. Finna út hvaða eignir það er sem þið vil vernda og eignir í þessu samhengi, við tökum þá upplýsingatækni áhættu sérstaklega, það myndi vera bæði vélbúnaður, það myndi vera hugbúnaður, það myndi vera þekking starfsmanna,
það myndi vera starfsmenn sem auðlind. Það eru svona jafnaði myndi ég segja, ég sé að horfa á svona kannski 15-20 eignir innan gæsalappa sem verið að meta í hvert skipti. Ógnirnar sem steðja þessum eignum eru dálítið margar. Nú það svo að það til svona gagnagrunnar sem fólk getur nálgast með svona stöðluðum ógnum fyrir tilteknar eignir, ef svo maður segja. Og það kemur sér afskaplega vel að hafa slíka grunna, bara sem að þurfi ekki að finna þetta upp í hvert einasta skipti og búa sér til þær ógnir. Og maður þarf svona að vera nokkuð vissum að maður sé að dekka allt sviðið með þessu móti. Næst það að meta hversu útsett viðkomandi eign fyrir tilteknum ógnum. Þannig að til dæmis ef við erum með vélasalinn í timburhúsi eða hvort hann í byrgi eða einhverju svoleiðis, til dæmis dæmi það sko. Það að meta áhættuna og greina leiðir til þess að lækka áhættuna. Og þetta meta áhættuna stundum dálítið vandamál. Og þar kannski komum við aftur af svona grunnskilgreiningum í þessu. Að eðlislæg áhætta til dæmis. Það til dæmis að klifra upp á fjöll, það hefur í för með sér, það bara eðlislæg áhætta af slíku. Það sem við erum að tala eftirstandandi áhættu það að þegar maður fer að klifra upp á fjöll, klæddur í réttan búnað og hefur gert allar nauðsynlegar ráðstafanir til þess að vernda sjálfa sig og aðra á leiðinni upp. Þannig að það að meta hvað eðlislæg áhætta. Það að hafa tölvukerfi sem opið út á netið, það felur í sér eðlislæga áhættu. Þannig að maður fyrst að gera sér grein fyrir hvað eðlislæga áhætta og hvað eftirstandandi áhætta. Nú síðan maður síðan að forgangsraða áhættuþáttum. Og þá spyrir maður sig, hvernig á maður að forgangsraða áhættuþáttum? Þá skoðum við svo hvaða áhættu, lækkun á hvaða áhættu skilar mestum ávinningi fyrir fyrirtæki. Það myndi þá vera típist lækkun á áhættu fyrir þær eignir sem skipta fyrirtæki mestu máli. Það það sem er forgangsraða. Og svo komum við þá af eftirlitsregluverkinu, svo maður segja. Regluverk, control frameworks, að það eru til dálítið mikið af regluverkum. Það sem ég rekst ofta þá í mínu starfi regluverk sem heitir almenn skynsemi. Og það sem það sem flestir nota. Það oftast ekki skriflegt og það sjaldan alveg að sama frá einu fyrirtæki til annars, en svona generelt að þá fólk að fara eftir bestu vitund í kringum hlutina, gera hlutina samkvæmt bestu vitund. En það hins vegar til regluverk sem eru sniðin að almennum vinnureglum sem hafa svona myndast í gegnum tíðina. Og þessi regluverk eru kannski til dæmis í fjárhagslega áhættu. Það eru regluverk sem eiga sérstaklega við Enterprise Risk Management eins og COSO. Og svo eru þessi regluverk sem ég að minnast á sem varðandi upplýsingatæknina. ISO 27 leitni til dæmis það sem algengast. En í Bandaríkjunum annað sem heitir COVID-5. En ég fjalla kannski ekki svo mikið það hér. Þannig að þá erum við komin svona nokkurn veginn settið held ég. Nú, svo kemur að mati á eftirlitsþáttunum sem það sem við endurskoðendur erum voðalega spenntir fyrir. Því að ef maður segir, jú, við erum að gera hlutina á þennan hátt, að við erum með virt eftirlitsumhverfi, að þá þarf maður að meta, þetta bara eitthvað sem sagt eða þetta eitthvað sem raunverulega til? Og þá segir maður sem svo að bara þeir eftirlitsþættir sem hægt að sanna að séu virkir, að það eru þeir sem teljast niður lækkun á áhættu. Ef við til dæmis tökum sem svo að fyrirtæki sem upplýsingatæknist, öryggistefnu, svo maður segja, aðgangsstýringar inn í kerfi, eða, svona konkrétt dæmi væri kannski stefnaðu það hvernig vera að skráa nýja notendur og hvernig maður fellir burt notendur. Þetta myndi vera svona frekar mikilvægt öryggisatriði varðandi aðgangsstýringarinn í kerfi. Ég hef unnið fyrir fjármálastofnun, það sendu það þannig að þegar kom nýr starfsmaður að þá var gjarnan bara hringt frá viðkomandi deild og eitthvað á þá lunda, heyrðu, hann nonni var að byrja í dag, getur ekki að skuttla á honum inn.
Og þetta var síðan hugmyndin við það að setja nýja notanda. Það var náttúrulega til form á intranetinu til þess að skrá inn nafn og hvaða kerfið viðkomandi aðganga og svo framvegis. Þetta var svona sjaldan farið eftir þessu. En það var hins vegar alveg klárt í stefnu fyrirtækisins svona að gera þetta. Þá þegar maður var að skoða hvað maður getur fundið til að styðja þetta, þá var nánast ekkert sem gat stutt við þetta. Meira að segja var þannig að þegar kom að því að fólk hætti störfum, þá var tölvudeildin búin að koma sér upp alveg snilldar aðferð. Þeir fóru að fylgjast með pósti sem kom frá viðkomandi til allra með tökk fyrir samstarfið. Það var leiðin til þess að finna út hverju var hættir á fyrirtækinu. Það var þægilegt fyrirkomulag. Þetta sem kallað General Accepted Control Frameworks. Það sem skiptir máli það að við sem að nota einhvern þann ramma sem almennt viðurkenndur. Þegar fyrirtæki að selja hýsingaþjónustu til dæmis, þá spyrja kúnnarnir mjög gjarnan, eru þið með vottað umhverfi? Og þá segja, já, við erum með vottað umhverfi og hvernig erum við þetta vottað? Er þetta eitthvað svona ykkar eigin vottunarkerfi eða er þetta eitthvað sem svona almennt viðurkennt? Og það einungis það seinna, það skiptir einhverju máli. Þetta verður að vera sem almennt viðurkennt eftirlitsumhverfi. Okay. Þetta alveg skot gengur hjá okkur. Já, ég var bara að vera hérna. Þetta hérna megin þættirnir af ISO 27001 staðlinu. Fyrsta lagi það skipulag öryggismála. Það að sé til nægilega resursa til þess að standa að öryggismálum í fyrirtækinu. Það sé stuðningur frá yfirstjórn fyrirtækisins við slíkar aðgerðir. Því ef sá stuðningur ekki fyrir hendi, þá var alveg gott að sleppa því, sko. Það skiptir öllu máli ef við ætla að fara út í vottun af einhverju tagi, að það verður að vera alveg óbilandi stuðningur frá yfirstjórn fyrirtækisins. Það það sem gerir algjörlega útslagið með þetta. Þannig að skipulægning á þessu, eignastýring, það þá að meta allar upplýsingaeignir, finna út hvaða upplýsingaeignir eigið, hvaða vélbúnaður, hugbúnaður, þekking, allt saman. Það alltaf að skráa það niður. Sömuleiðis líka allar upplýsingar og tegundur upplýsingar sem það að vera til. Þetta þarf að gera sig grein fyrir. Mannauður, physical environment, aðgangsstýringar á húsnæði og annað slíkt, lógískar aðgangsstýringar, aðgangsstýringar að hugbúnaði, tengibúnaður, rekstur, aðgangsstýringar af kerfum og öðru slíku, hvernig maður þróar kerfi, hvernig maður vinnur með hugbúnað og síðan líka hamfara áætlanir eða áætlanir viðskipta samfellu. Þetta virðist nú vera alltaf umfangsmikið. Í nýjasta staðlaunum 2000 sem kom út í október í fyrra, að það eru 113 kontról eftirlitsþættir sem það er að skoða. Það er nú kannski skárra heldur en sá sem var á undan sem 133. Til dæmi að í Kósó eru til dæmis 240 stykki af svona eftirlitsþáttum. Það þarf að taka afstöðu til hvers einasta af þessum þáttum. Það þarf að skrá niður hvernig gerir þið þetta tiltekna atriði. Það fyrir því þurfa þá að leggja einhverja sannanir að það sé verið að gera hlutina á þennan hátt. Ok. Og þá ætla ég að fara út í fá mér vatn, fyrst og öllu. Stutta útgáfan á því. Hvernig gerir maður svona átugreiningu? Kemur kannski ekki óvart að ég ætla að nota þá 2701 staðalinn og þarna síðan þessu skiptnir í kafla og þá byrjar maður bara á toppnum og fyrir að greina sér niður hvernig viðkomandi fyrirtæki að standa sig gagnvart atriði 5.1.1 eins og 13.1.4 eitthvað svipað. Svona endurskoðunar prógram sem byggir á því að skoða hvernig einstaka þátt fyrir sig. Þessi staðall, hann þarf að vera sem kallað certifiable. Það ekki nóg að vera með svona stefnu hlutina, maður þarf að vera með eitthvað sem konkrétt,
certifiable, svona vottuna staðal. Þessi staðla verða að uppfylla þau skilyrði. Okay? Að finna út viðfangið eða umfangið, skóp. Þegar maður að eiga við stór fyrirtæki, þá þarf maður að meta það, ætlaði að skoða samstæðuna, ætlaði að skoða einstaka deildir, eða ætlaði að taka saman áhættumatið til dæmis frá undirdeildum upp á samstæðulevel. Við svipaði eins og ársreikningur á samstæðugrunni. Það gerir okkar einingu fyrir sig, öll dótturfyrirtækin og síðan fyrir þetta inn í samstæðan. Þetta þarf að segja að meta fyrir hvaða skóp þið vilja hafa hlutunum. Ein góð leið til þess að finna út af þessu að meta hvort áhættu umhverfið viðkomandi eininga sé mjög mismunandi. Þannig að það væri þá ástæður búið til sér áhættumat, ef svo væri þá réttast að hafa þetta sem sér viðfang. Þetta hefur líka talsvert að segja varðandi hversu trúverðugt þetta skírtin sem kannski fengið vottun fyrir. Ef maður að votta rekstur hýsingafyrirtækis og maður greinir skópið sem bara verandi vélasalinn og ekkert annað, það sé ekkert í öðrum rekstri fyrirtækisins, þá hefur það reynilega ekki góð áhrif á þá sem að lesa vottunarskýrsluna. Umfangið þarf að vera trúverðugt. Ok, svo komum við að tengiliðum. Það nú stundum dálítið mikið mál að finna út úr því. Við gerðum áhættumats og þá það einn aðili, típist, sem sér að láta gera áhættumatið, en það kannski 10-15 deildarstjórar eða framkvæmdastjórar eða hvað sem þarf að vera umsagnar aðilar. Þeir vita hvað best áhættuna. Það þeirra að greina og meta áhættuna, ekki kannski gæðastjóra eða öryggistjóra eitthvað svoleiðis. Þessir aðalar vita miklu meira það, hvar skórinn kreppir. Þannig að þessir aðalar þarf að skilgreina líka fyrirfram. Metrics, hvernig maður metur áhættuna, og svona til þess að stytta faktorinn í þessu, að flestir að meta þetta frá faktornum 1-5. Þannig að það sem 5 afar slæmt og 1 afar gott, cirka bát. Og líkurnar myndi þá vera sama. 1 væri frekar litla líkur og 5 væri mjög mikla líkur. Þetta gerir það verkum að hámarksskorið myndi vera 25 og lágmarksskorið 5. Og þá komum við að næsta faktor eftir sem áhættuþolið. Áhættuþol eitthvað sem þarf að setja af stjórn fyrirtækisins. Þeir segja bara að ef við tökum aftur þetta dæmi 25 og 5, að þá segir stjórnin við þættum okkur ekki við meira heldur en kannski 15. Það bara það sem áhættuþol fyrirtækisins verður. Það verður að vera metið af stjórn, sett fyrir stjórn, hún fara að ákveða hvernig þetta á að vera. Þetta skiptir öllu máli varðandi aðgerðir fyrir áhættu. Þá eru komin cirka bát umhverfið. Ok, þá förum við næst í að greina eignirnar. Og það afskaplega þægilegt í þessu samhengi að vera með svona einhvers konar mat á heildareignum, eignaflokka eða eitthvað aðlega. Svona það sem maður svipaði sem að vera að lesa sig ekki ársreikning fyrirtækisins og maður sér betur hvar mestu tekjurnar, hvar mestu skuldirnar, hvar mestu eignirnar. Maður að greina svona helstu megin þættina. Á sama hátt að þá vil maður hafa alveg að reyna að maður sé að taka allan vélbúnað, að það sé allur hugbúnaður, það sé öll skjöl, það all samskipti og þess vegna nota maður svona megin flokka fyrir vörur. Svo finnum við okkur út gagnagrunn fyrir áhættu þætti. Þessi gagnagrunnar eru víða til og það alveg afskaplega mikilvægt að nota einhverja svona staðlaða hluti í kringum gagnagrunni. Þannig að maður sé örugglega að dekka alla áhættu þættina með þessu. Gott og vel. Þá kemur síðan það næsta part eftir að það ákveðin mengi af áhættu þáttum í þessum staðli 2701 sem tilheyrir ákveðnum ógnum. Og það það sem skiptir máli að þið þurfið að maður þarf að greina hvaða mengi eftirlitsþátta í staðlunum
fittað við einhverja tilteknar ógnir. Og það gerir lífið mun þægilega að eiga við á þann hátt að ef þið setja einhverja tiltekna ógn á viðkomandi eign sem þið búin að greina, þá þurfa allar þessi eftirlitsþættir að elta ógnina inn á eignina en svo má orðið komast. Þannig að þetta liggi alveg fyrir. Tengja þetta við eftirlitsumhverfið. Þetta er náttúrulega að gera þetta í mörgum kerfum, en þetta skiptir ofsalega miklu máli. Þá erum við komin að eignunum. Ég var að lesa eina merkilega grein daginn, þar sem viðkomandi héldi fram að það væri engin ástæða til þess að meta eignir þar sem engin ógn steðjar að eigninni. Og ástæðan er svo að ef það er engin ógn sem steðjar að viðkomandi eign, þá er engin ástæða til þess að taka það inn í áhættumatið. En það er einmitt það sem er kannski svona grunnfaktorinn í þessu, það eignin, maður þarf að meta á samkvæman hátt hvers virði eignin er fyrir fyrirtæki. Og þarna til dæmis er verið að meta virði, það er að meta trúna upplýsinga, réttleika upplýsinga og hvort að kerfið er tiltakanlegt eða ekki. Og þá hef ég líka rekið mig á það að þessi partur hérna sem sést nú ekki, sem er hérna definitions, að segjum til dæmis að einn aðili, einn deild, hann segir það að þessi eign, þessi vélbúnaður eða þessi hugbúnaður sem er notað til þess að reka bótakerfið eða tryggingakerfið, útreikningskerfi, að virði þess sé 5. Að hvaðan 1 til 5 þá er virði 5. Og svo fyrir hann, þá er þetta kannski virði 5. Því að ef þetta kerfi er ekki kerandi, þá er bara deildin ekki starfandi, Og þá skoðum maður, en síðan einhver annar sem er að nota kerfi sem er tilsvarandi mikilvægt fyrir hans deild og hann metur þetta kannski bara 3. Og þá fer maður að skoða skilgreininguna á bak við þetta. Að það þarf fyrirtæki að setja niður fyrir sig að til þess að virðið teljist vera 5, að þá er þetta bara þannig að ef þessi eign er ekki til staðar, að þá er bara búlinu lokað og hún er ekki opnuð aftur. Það svo mikið virði er þetta. Þannig að 5 þýðir það að það sé bara ekki hægt að reka fyrirtæki og verði ekki hægt þaðan í frá. Svo það verður þá hlutur gæðastjóra að meta það, hvort að allir sé að meta þetta á samkvæman hátt, allir að meta þetta eins. Skiptir rosalega miklu máli. Trúnaðar upplýsinga, það þarf kannski ekki að fara langt aftur í tíman hérna á Íslandi til þess að finna einhver dæmi það að trúnaðar upplýsinga verður svona dálítið óheppilegt fyrir orðstýri viðkomandi fyrirtæki sem það leki út og réttleiki upplýsinga og hvort að kerfin er aðgengilega ekki. Þetta er alltaf atriði sem er að skipta máli. Okay? Hafandi metið virði eignana og ekkert hort einu svona áhættu þetta ennþá. Það er voða mikilvægt að maður gera það þannig. Ekkert horfa á ógnirnar fyrir við búin að meta eignirnar. Að þá er næstu partur. Að það er segjandi að tengja ógnir við einhverja tilteknar eignir. Og það er svona dálítið list líka. Því að það er nú ákveðna ógnir sem tilheyra einhverjum tilteknum eignum og aðra ógnir sem tilheyra einhverjum öðrum eignum. Og þá komum við að svipaðu vandamáli. Þarna erum við til dæmis með impact og threat, það er að segja að maður sé að meta áhrif ógnarinnar og líkurnar á ógninni og hversu útsett viðkomandi eign er fyrir þessari tilteknu ógn. Og þá eru skilgreiningarnar afskaplega mikilvæga líka. Ef maður metur þetta sem svo að viðkomandi atburður eigi sér stað einu sinni á öld að jafnaði, að þá myndi maður kannski setja 1. Ef þessi atburður gerist á hverjum einasta degi eða á hverjum einasta klukkutíma, þá myndi maður segja 5. Síðan fer maður að skoða þetta, hvernig viðkomandi kontaktaðilar, umsagnaraðilar meti þetta og þá kemst maður raunum að þetta er verulega mismunandi eftir því hvað er eiga við. Þegar fólk eru gjarnan að finna alltaf út að ef það gerist einu svona öld, þá er það einu mjög mikið fyrir viðkomandi starfsemi. En það þarf að meta þetta svona á samkvæman hátt.
og aftur kemur þá hlutverk gæðastjóra eða öryggisstjóra að fara yfir þessa einkunnagjöf og meta þetta á einhvern samkvæman hátt. Nú síðan komum þetta impact og threat. Það var eins og áðan að virðið er eitt, áhrifin er eitthvað annað. Þannig að meta ógnirnar alveg sér, skoða bara hvaða áhrif ógn, til dæmis sem við segja eldsvoði eða hvað ég að segja, einhver hakki sig inn í kerfið og dreifi einhverjum pósti eða öðru sem er þarna inn í einhverjum kerfi. Að áhrifin af slíku gæti verið voðalega mismunandi eftir því hvernig þú ert að tala við. En aftur kemur það, 5 myndi þýða það, áhrifin verið að fyrirtæki myndi bara lokast það sem er algjörlega hætta. Það er að meta þetta á þeim grunni. 5 bara lokið búlinni, 1 skiptir engu máli. Við getum gert þetta aftur á morgun þess vegna. Gott og vel. Svo byrja ballið. Meta eðlislæga áhættu. Skoða bara hvaða virði viðkomandi eign er, hvaða mikla áhætta steðjar að viðkomandi eign og meta þessa eðlislæga áhættu. Og það getur verið á faktorinn, 1-5, 25%, hvaðina sem maður notar, maður þarf bara að meta þetta þannig. Ef til dæmis þarna kannski prósentur, það eru fjölmargar aðferðir sem fólk notar til þess að meta áhættu og þá segir maður svo, 100% áhætta er það að það er eignin skiptir öllu máli fyrir fyrirtæki og það er alveg öruggt að þetta gerist sennilega í dag. Það verður 100% áhætta. Meta síðan eftirstandandi áhættu og þá reiknar maður inn í eða dregur frá eðlislæga áhættunni þá þætti sem eru til þess að lækka áhættuna. Þá stöndum við eftir með einhvern kvarða sem stjórnin segir allt sem er yfir eins og þarna merkt rautt að það er síðan eitthvað sem það er að gera eitthvað við. Þá þurfum að ákveða hvað aðgerðið það ætla að grípa til þess að lækka áhættuna. Og það eru síðan 4 sem koma til. Þið getið samþykkt áhættuna, þá er innan áhættuþols. Þið þurfum að fara út í aðgerðið til að lækka áhættuna, þá er síðan lækka áhættuna. Þið getið forðast þetta með því kannski bara hætta viðkomandi starfsemi og síðan getið lækka áhættuna eða flutt hana með tryggingum. Bara engar mínútur eftir nema þessar 5 mínútur sem ég hef í að svara spurningum. Hvað segir þú? Munurinn á COVID og ISO. COVID og ISO? Í talanum menn notuðu jöfnum höndum, Ankan notuðu meira COVID meðan Evrópumenn var ISO 27. Já, sko, ég held eins og með COVID að það er mun almennari staðall heldur en ISO. Það er meira þess að þetta fitta inn í COVID-staðal en að maður noti einhvern annar staðall eins og ISO. Þetta er meira, gengur voðalega mikið út á það að þessi umhverfi, þessi 5. kaflinn í ISO skilgreiningum gengur út á það að þessi upplýsinga öryggis umhverfi. Þannig að COVID-staðallinn finnst mér líka miklu hærra heldur en ISO-staðallinn. Þar fyrir utan að þá skilst mér að 1 leyfi á COVID-staðallinn kostar $17.500 á ári. Þannig að ég held að verði ekki mikill markaði fyrir þetta á Íslandi en það er verið tölum markaði fyrir þetta Bandaríkjunum. Nei, ég kannast ekki við þann staðal reyndar, en það sem er svona, það sem er heyrt svona er annar staðal sem er ETL og hann er séðan staðal sem ICAK er svona að koma fram með. Allir þessi staðlar eru voðalega svipaðir á margan hátt. Þeir eru, ef maður skoðar þessi ISO-staðal, það eru 15 kaflar sem það þarf að fara í gegnum. Og þetta er nánast allt atriði sem er tékkað af í öllum stöðunum. Þannig að það skiptir bara máli í rauninni hvað hentar og hvað er svona, meira svona kommersjásjónamið hvað kunnin vill. Ef þarna, ef þeir að selja einhverja þjónustu og 3. aðili vill að þeir séu vottuð, að þá yrði það að vera vottuð fyrir einhverju sem viðkomandi kannast við. Og flestir kannast við ISO-staðinn allavega í Evrópu eða Asíu. Cirka bara það. Það sem vantar aðeins upp á þetta er síðan þessi COSO-staðall.
Því að eins og Svana nefndi að þegar ég var að starfa út í Danmörku, þá er þetta almennt staðallinn sem er notaður fyrir allt fyrirtækisins slíkt, til þess að halda utan áhættu alls fyrirtækisins. Og þar er kannski eftirlitsþættir eins og bankaafstæmingar eða uppgjör á milliviðskiptum, það er svona hreinir bókhaldslegir þættir. Já, það er töluvert mikið notað, það var í innri endurskoðun og það var afskaplega mikið notað því að þetta eru síðan stjórnendur sem eiga að sjá að setja upp eftirlitsumhverfi og innri endurskoðun á bara að meta hvort það sé til og að virki. Ein loka spurning. Neða sko, SAS 70 er tölvuendurskoðunarstaðall að þegar það mæta svona jakkafattaklæddir tölvuendurskoðendur, til dæmis til reiknistofubankana og vilja skoða umhverfi þeirra að því að varðar einhver banka, að þá mæta þeir frá öllum endurskoðunarskrifstofunum og spyrja sömu spurningana aftur og aftur og aftur. Og þá var einhver sniðurgur sem fann upp, hvernig varum við bara búin til svona SAS 70 skýrslu sem einn aðili kemur inn, hann tekur þennan starfsemina og þannig að þegar næst þegar einhver kemur til reiknistofubankana þá réttaði bara SAS 70 skýrsluna yfir borðið. Það var hugmyndin. Þetta er enda hættar að nota þetta er ISEA 34 í dag. 34 Ok, 34 minútur, flott. Ég held að við verðum að segja þessu lokið í dag og ég ætla nú að byrja þakkum Guðjóni en einu sinni. Takk fyrir þetta, en mér er falið sem stjórnanda þessarar sessunar að þakka undirbúningsnefndinni þessarar UT-messu kærlega fyrir allan undirbúninginn og þessa góðu og vönduðu vinnu og svo á ég að segja ykkur að glærukynningarnar verða allar settar á netið www.utmessan.is og svo minni ég ykkur á lokum á rafræna ráðstefnumatið, það skiptir máli. Og þakka ykkur kærlega fyrir í dag og svo er hérna verðlaunaafhending og veitingar, gjörðu þessu vel.